Þráin ég er veitingahúsaeigandi á Óks og Sumac hérna á Laugaveginum í Reykjavík og er matreiðslumaður og byggi Óks svolítið út frá því að við erum að nota eins mikið íslenskt eða bara öllu leyti íslenskt. Við erum að segja sögu af mat og söguna af hverju erum við að gera þetta, af hverju veljum við þetta hráefni og reynum bara svolítið bara heilda pakkinn. Og fyrir okkur á Óks er það rosalega mikilvægt að hafa tengsl við bændurnar til að geta sagt þessa sögu og líka bara ná í besta hráefni sem við getum náð í á Íslandi og hafa gott samband við bændurnar upp á hvað við viljum kannski sjá, þá geta þeir kannski gert eitthvað fyrir okkur sem þeir myndi ekki gera annars. Bændurnir eru svolítið í okkar liði, þetta er bara eitt lið þar sem þeir eru að rækta, við tökum við gerum eitthvað úr réttunum og segjum sögu bændanna og okkar til gestana. Þetta er ekki bara matur, þetta er ekki bara fæða, þetta er raunverulega upplifun að mörgu leyti í bragði, bara tengingu við gestinn og öllu bara. Til dæmis á Óks þá hafa gestir mjög mikinn áhuga á því að vita hvaðan hlutirnir koma. Þeir vilja heyra sögur bóndan og þess háttar. Þannig að þetta er lítið staður og við erum kannski svona aðeins í öðruvísi. Þetta eru margir aðrir staðir á Íslandi. Á Óks erum við að byggja náttúrulega réttinu upp út frá hráefninu og eina sem ég segi bændurnar bara halda áfram. Við þurfum á okkur að halda. Þetta er grunnurinn. Við byggjum ekki á sandi. Við þurfum góða grunn til að byggja veitingastæði og þeir eru það. Ég heiti Sigríður Hrefna og ég er forstjóri Nóa Sirius. Nóa Sirius, eins og allir þekkja, er elsta sælgætisgerð landsins. Við vorum stofnuð árið 1920 sem brjóstsykkursgerð en erum í dag það þekktust fyrir súkkulaðið okkar. Fyrir okkur þá skiptir gæði og gæða hráefni lykilmáli og þegar við hugsum gæða hráefni að þá að sjálfsögðu, þegar við tengjum okkur við landbúnaðinn, að þá er það mjólkin sem öllu skiptir en hún er lykil hráefni í rjómasúkkulaðinu okkar en þar notum við bara íslenskt mjólkurduft. Ég við hjónin eigum veitingastæði í Stykkishólmi sem heitir Narfeyrastofa og við erum búin að starfa hérna í 24 ár og við náttúrulega reynum þetta fremst að megni að nota íslenskar afurðir. Íslenska lambið er náttúrulega bara villibráð. Þetta er alið á grösum upp til fjalla, nánast frá því að fæðist og kemur heim og svo fer þetta bara í vinnslu. Þannig að við erum gríðarlega heppin með lambakjötið. Okkar stað, við erum með 95% af okkar kúnnum eru ferðamenn og þeir vilja íslenskar afurðir. Það er bara sama og við gerum sjálf þegar við förum erlendis að við viljum fá hráefni af svæðinu sem við erum að ferðast á. Það er bara stór partur af því að ferðast, upplifa aðra matarmenningu, að fá það sama hvar sem er í heiminum. Það er ekkert að varið í það. Þannig að stöndum svolítið upp fyrir stolt af okkar og nýtum hráefni sem við höfum. Það er svolítið mottóið hjá okkur og fara faglega með það. Það gefur bara veitingastofnunum bara miklu meiri dýpt. Hún er blómleg og við erum alltaf að fá fleiri og fleiri góða fagmenn og flotta veitingastæði. Það sem náttúrulega fólk á að gera með íslenskt hráefni, það er að þú ert með ákveðinn grunn sem er hráefnið, en svo förum við með það í einhverjar aðrar áttir, til dæmis í matreiðslunni. Það eigum við að leika okkur með. Kryddun og framsetning og allt þvílíkt. Íslenskt hráefni á alltaf verið öndvegi á Íslandi. Það er það sem fólk vil. Þetta er það sem við fáum mest respons hjá okkar kúnnum. Það er bara að við séum með mat úr okkar héruð. Það er bara númer 1, 2 og 3. Þess vegna ferðast fólk. Ekki bara til að skoða kirkjur, þetta er líka að upplifa matamenningu. Það er bara líklegofnið, það er hráefnið. Sigurður Haraldsson og ég kjötiðnaðarmeistari og er með kjötvinnslu og búð og legg númer 1 áherslu á að vera með íslenskt hráefni. Við erum með úrvals hráefni. Við erum með toppvöru og toppvara, hún kostar peninga og við verðum bara að horfast í augu við það. Það finnst mér vera málið. Og að fólk geti komið í búðina til mín og það veit það að það er að kaupa íslenskt kjöt og íslenska framleiðslu. Þetta er bara öryggisatriði. Fólk þarf ekkert að velkjast í vafanum með það hvort að það er innan eitthvað innflutt eða eitthvað svoleiðis, það er bara ekki inn í myndinni. Það er mjög mikil breyting í sambandi við neyslu í sambandi við kjöt. Það er eins og ég segi bara, fólk er bara að hugsa hvað það er að borða. Það er endalaust að færast í auka. Og fólk á að gera það, fólk á að vera meðvitað hvað það er að kaupa og hvað það er að borða. Nei, eins og ég segi bara það er bara aðaláherslan er bara íslensku landbúnaður, hann er númer 1. Þetta eru í mínum augum algjöra hetjur. Algjöra hetjur. Að standa í þessu mótbyr ár eftir ár, að fá ekki fyrir vöruna það sem þau þurfa að fá og vera að vinna aukavinnu til þess að geta framleitt, það er í mínum augum algjöra hetjur.
og eiga allan heiður skilið.